Sælensumul, Haukur Bragason og Þorsteinn Vaff Einarsson heilsa ykkur á þessum, já, vonandi ekki jafn viðbjóðslega kalda degi og þegar við tökum þennan þátt upp. Þetta að fara með mig, þetta gerir mig dabran og fúlan. Já, þú ert ekkert mjög hress í dag. Nei, ég nenni svo bara ekki. Ég nenni ekki að vera í 190 stiga frosti. Nei. Við fórum á Brennu í gær. Já. Og í 15 stiga frosti. Já, ég hélt sko að börnin mín bara myndu bara verða úti þarna. Já. Þetta var rosalegt. Þetta er viðbjöður. Já, en það er nú gaman að byrja þannig að þátt á því að kvarta aðeins og væla. Já, þetta er bara ógeðslegt. Já, mér líður bara illa. Rosalega hress. Já. Sko, ég með svolítið. Já, hvað með það? Sko, þegar að ég er í að eiga samskipti við einhvern sem að þjónusta mig, þá reyni ég að vera svolítið næs. Já. Og svona ósjálfrátt, eða það svona gerðist einhvern veginn, þá ef að viðkomandi eitthvað sem ég held að segja kallkyns, þá segi ég rosalega mikið vinur. Sælvinur, takk kærlega. Herru, bara takk fyrir þetta, vinur. Já, ég held ég hef heyrt þig segja þetta. Já, þetta verður einhvern veginn svona. Já. Og svo ég ekki með neitt fyrir sko konur. Af því að ég veit það, verandi nú hámenntaður í þessu, að þú segir ekkert vinan takk vinnan við konu í þjónustu starfi. Þannig að ég bara ekki með neitt. Og þá segi ég bara, má ekkert lengur. Já, var þetta svolítið í dag? Hvað á ég? Akkur má ég ekki segja vinnan ef ég má segja vinur? Hvað er þetta? Oh my god. Varstu ekki búin að fatta hvað þetta væri mikið svona kalla málkengur? Já, það er svona gríni sko. En ég held kannski að við fatta svona meiri leið og svona ákveði bara, hoppuna þetta. Ég fór að hugsa sko hvað heitir Gandalfur leikarinn? Já. Ian eitthvað. Já, Ian Murphy. Magellan, nei, maður ekki. Hann heitir eitthvað, fólk veit það, ekki við vitum ekki neitt. Ég veit ekkert í dag, ég er alveg bara svona heimskur og leðilegur. Að á myndband, það sem hann var að tala um sko, og honum þætti alltaf svo gott að koma heim. Hann býr í einhverju raskati í Englandi. Að leið og bara hann sest inn í leigubílinn og annar eldri maður, þú veist, á aldur við hann eitthvað. Og hann segir bara hello love. Og það er svo eðlilegt að kalla alla love, og hann var að tala um hvað þetta er fallegt. Að bara, þú veist, og bara öll kyn og allt í góða. Hann var að tala um það? Já. Hann? Hann? Já, hann var að tala um það, það er rétt, en sko, þú veist. Hefurðu heyrt konur tala um þetta frá Englandi? Þú veist, ég er bara að spá hvort að þetta sé. Nei, en þú veist, en sko konur gerir þetta líka sko. Þú hefur heyrt hello love, þú veist, við konur. En ég bara veltaði fyrir mig hvort, sko, eins og þú, ég sá nú aðeins úr síðasta þætti það sem þú varst að tala um Varst að hlusta á þáttinn? Smá. Já, þú veist, bara það sem að gerfugrindin pikkað út fyrir mig að ég er að fara að posta vídeóm. Það þú ákvast að það veru bestu bitanir úr þættinum. Ég hef ekkert annað til að Einmitt. Það voru 4 vídeó sem að gerfugrindin valdi. Já, svona. Öllum ykkur að myglu. Langt flestu myglu, en svo var eitthvað þarna og ég er bara búin að gleyma því, hvað er að tala um? Mygla selur, sko. Við vorum að tala um hello love. Já, að já, þú varst að tala um að gefa ráð. Já, eitthvað svona. Ekki gefa reynsluheimur, ólíkur reynsluheimur. Já, ekki gefa ráð sem henta þér vel eða þú fattar ekki að það hentar kannski ekki þeim sem þú ert að gefa ráð vel. Já, og þú nefndir þarna reynsluheiminn, skilur við. Og það er bara það sem ég er að velta fyrir mér. Þú veist þetta með já, af því að ég vissi ekki fyrir en ég lærði um það að það væri að það tilheyrði reynslu heimi margra kvenna
að upplifa og vera svona patronæsaðar og eitthvað sem þá velmeint sagt af einhvers konar kærleika en í grunninn svona valdamisnotkun það sem að þú ert að setja niður. Já, nú vil ég að þú gerir tilraun til þess að útskýra fyrir fólki sko það sem ég er að tala og ekki með einhverjum leiðilegum hugtökum sko var ég á leiðilegu núna? Nei, nú er challenge fyrir þig. Þegar ég segi ég fer út í búð og það er einhver strákur að afgreiða mig eða bara, ég segi þetta líka við menn, ekki bara stráka sko. Og ég segi já, takk eða eitthvað, góðan dagvinur, eða sælvinur, takkvinur segir þetta aldrei góðan dagvinur en allavega, er það patronizing? Já, ég held að það geti verið patronizing sko. Skoðum þetta bara aðeins segjum bara, þú ert að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki og þú hittir forstjóran kallmaður sem er 60 jakkafötum og þið hittist á fundi sælvinur, undir að segja við hann? Já. Þú þekkir hann ekki neitt? Nei, þekkir hann ekki neitt. Þú bara mæta þarna? Nei. Þú myndir segja blessaður? En þú veist, við fólk sem ég þekki og eru þú veist, já, ég er ekki að tala um það. Yfirmenn mínir eða whatever, þá segir ég stamt sælvinur. Já, ég held þetta sé einhvers konar svona virðingastígi sem að, og þá er ég ekki að tala um að þú sért með því að segja vinur að setja aðra niður. Mér finnst það bara svo næs. Það er allavega þannig sem ég meina það sko. Já, og svo náttúrulega líka einmitt hvað þú meinar og þú ætlar þér að þarf ekki endilega að skila sér þannig. Nei. Og það þarf ekki einu sinni að virka eins og þú meinar. Nei. Alveg eins og bara, þú veist, afi minn er svona ágætt stæð með þetta að, þú veist, hann myndi aldrei segja að hann var illa við konur eða svarta eða brúna einstaklinga en hann var samt alltaf, þú veist, hann var svo fullur að kallrembu og rasisma, hann hafði bara ekki hugmynd um það og þegar hann var að skrifa, hann skrifa svona 30 status á dag, hann er dáin í dag eða dáin núna, en hann er ekki að skrifa status lengur? Nei, það var lítið komið frá hann núna síst ár já þannig að það skiptir einhver máli, þú veist, þetta er ekki illa meint frasinn, það bara skiptir einhver máli. Nei. Það hefur enga merkingu. Veist það já, ég vil samt, veist, ég vildi að væri til eitthvað svona orð sem að er bara allt í lagi, sem er bara næs. Já, ok, þarna kemur að svo, kemur að svona kjarna í því sem ég heyrði svo oft. Nú vann ég að megnunum til við það að tala um jafnréttismál í nokkur ár og þá var oft þetta sem að ég fekk frá fólki yfirleitt köllum bara ég væri svo til í að fá bara leiðbyrningar þú veist, af því að má ekki lengur. Já, svona aðeins að segja það. Hvað má? Og þú veist, þetta er nefnilega, þetta er ekkit annarkvort eða og þetta er ekki já eða nei, þetta er it depends, þú veist, það fer eftir aðstæðum og það er eitt af því sem að okkur hefur áorkað ýmsu í svona, ef að segja vitneskju og umræðum alls konar málefni en eitt af því sem okkur hefur almennt, segi ég, ekki tekist átt okkur almennilega á, það eru valdatengsl. Það er átt okkur á því að það eru dulin valdatengsl í samskiptum á milli fólks og það er ekki bara einhver hierarkía milli yfirmanns og undirmanns eða milli kalla og kvenna, yngri og eldri, þú veist, það er alls konar annað líka og jafnvel, þú veist, breytast valdatengslin eftir aðstæðum þar sem að undir velnum kringustæðum væru valdatengslin eða hierarkían, stigveldið augljóst
en svo verða aðstæðunar aðeins öðruvísi og þá breytist það. En hvað af þessu á við tilfellið þar sem að leigubílstjóri kallar heimsfrægan leikara Love? Hvað áttu við? Í dæminu sem ég er að tala um. Já. Hann bara sem heimsfrægur leikari að koma heim. Já. Eða þú veist, já, hitta fjölskyldu, eitthvað. Sest inn í leigubílstjórinn segir hello love. Já, einmitt. En ég meina þarna... Hvaða valdastruktúr í gangi þarna? Já, ég get ekki séð það. Nei. Ég get ekki séð að leigubílstjórinn sé einhvern veginn að patronessa þannig heimsfrægan mann, að því að valdatengsli með fræðin er bara miklu meiri heldur en orðin sem að leigubílstjórinn getur notað til þess að niðurlagan, eða skilur setja niður, þannig að og svo náttúrulega er þetta kannski bara eitthvað menningarpunkti sem að ég hef ekki innsýn í og get ekki almennilega skilið. Þannig að þú veist, og kannski er þetta þjónkun leigubílstjóra við fræð, æfattaru, kannski er alveg eins og konur eiga til að, og þetta er oft notað, já en ég menna hún hlóa þessum brandara, fattaru, og þar eru að tala um sko stiðandi kvenleika, það er hugtak þegar konur fara svona í hlutverkið í rauninni að hlýða og þóknast ef að segja stemningunni, menningunni og yfirleitt köllunum og það þýðir ekkit að hvað maður segja, konur samþykki bara þjóð með einhverja 4 kalla að kallast eitthvað hvað átt að gera Einmitt, þú ert ekki að fara, ég kann ekki við hvernig þú tala við mig hér eða hvernig þú horfir á mig eitthvað. Þannig að þú hlærð bara og þú ert bara næs og þú lætur þetta bara ganga brush it off bara af því að það er bæði þægilegra fyrir þig þægilegra fyrir alla, skilurðu og ég tala oft á meðan jaðarsettir einstaklingar eða meðan að konur og meðan að fatlaðar einstaklingar og bara í rauninni hvaða einstaklingar sem að búa ekki við vald á meðan að þau eru ekki með neitt vesen á meðan þau eru ekki eitthvað að benda á eitthvað sem við nennum ekkert að horfa á að þá eru bara allir hressir, skilurðu þá er gaman á þessum vinnustað þá er gaman í partíinu en það eru ekki við erum komin alltaf djúpt með þetta sko, en það er ekki á ábyrgð þú veist, það þarf að vera ábyrgð þeirra sem búa við forréttindi og völd að skemma partíið af því að partíið og fjörið er á kostnað hinna annara heldur en þeirra sem búa við völdin og þannig eru valdatengslin sem er svo erfitt að sjá og þess vegna heyrum við svo oft það má ekki lengur og þessar kettlingar alltaf vælandi yfir öllu og þú veist þetta unga fólki í dag, það bara kann ekki að vinna. Mér finnst samt næs að segja takk vinnur. Já, og ég er ekki að segja að þú er ekki að segja það og það sé patronizing, ég er ekki að segja það. Ég áttum alveg á hvað þú ert að segja en já. En þú ert í ykkur glemmu. Nei. Mér finnst bara kannski er þetta bara algjör miskilningur um mér en mér finnst ég vera að gefa svona smá svona bara hei, við erum bara hérna þetta er bara kammo hjá okkur við erum bara hérna, strákandir, spella saman ég er að þakka fyrir mig takk fyrir og ég er ekki að segja að þú veist ég þurfi endilega að vera með eitthvað sambarilegt þegar að sá sem er að þjónusta mig er augljóslega ekki skeggjaður drengur og ég gerir ekki ráð fyrir að viðkomandi vilja láta tala við sig í sem kallkinn sko og ég veit það ekki ég get sagt ef þetta er sagt um mig ég er að fatta bara núna að ég held ég reyni að svona bæta upp fyrir þetta með því að brosa þess meira að því ég er ekki með vinur orðið mitt já við konur þá já ég held það svona perraglott já eitthvað takk já þetta er þú veist það má ekki lengur sko nei sko ég er að velta það fyrir mér þætti til dæmis ef að svona gaur eins og þú hvernig er gaur eins og ég, hvað þýðir þetta? Karlmaður eins og þú okay. aðeins eldri en ég, aðeins hávaxnari og svona ber með sér aðeins meira vald heldur en ég einhvern veginn af því ég er bara alltaf í einhverjum krakkapeysum og eitthvað kæmi til mín veist, ég veit ekki alveg í hvað gengum stæðum foreldrafund
í kennslu ekki fóreldrafundi Nei, það er ekki fóreldrafundur Hérna, allavega myndi segja við mig já, þakka þér fyrir þetta vinur þú veist ég held að mér myndi finnast það pirrandi Er það? já, ég hef eitthvað svona vinur Mér myndi finnast það næs af því að við erum ekkert vinir Nei og þú ert eitthvað svona Það takk er allt vinur annað. fokkaði bara, drullaði burtu Nei Herri, ég vil fá að heyri hlustundum Öllum Herru, við kynni ætlum að taka hlustanda Ég fá að vita, sko- hver er á línunni Já Ah. Sælunur Ég vil fá að vita sko ef þið getið sendt mér skilabóð Já, tveir kallar Já. Instagram Er þetta í lagi eða ekki? Og hérna nei, Haukur, það er ekki þannig Við kallkynslustendur sko já, þetta er ekki absolutt Vinnur, er í lagi eða ekki? Fyndist þér það í lagi eða ekki? já, ok Og svo þú mátt spura því Við vitum að það má ekki segja vinnan það er náttúrulega fáral Herra. Það er allt annað hérna, Þú ætlar að skrítið ég er að pæla að fara í eitthvað til ég það var eins gott og helst kjafti því að ég netti ekki að tegja mig í mjúttakkan á meðan að introð er Það var svolítið lazy já, þú veist, bara hvers konar setup er hérna, hver var hérna síðast Má ég spyrja þér sambandi við setup Já. af því að þú ert mikið að pæla í svona hljóði og svona já. Akkur ertu með headphone-in öfug Hvað meinarðu? Þú ert með vinstri á hægri og hægri á vinstri Heldur þú að vinstra eira mitt heyri bara eitthvað svona allt of hægralegt? Þetta snýr bara öfugt á þér Sko, Þykist þú ekki verið eitthvað tæknimaður hérna? snúran er hérna hægra megin Já, hún á að vera vinstra megin. Næri mixernum Snúran á að vera vinstra megin Nú verð ég bara að tjekka, herru, eitthvað dagsins Já, fjallar headphone Er þetta hægra og vinstri? Bara sérst að þetta snýr öfugt Er þetta ekki mjög gott svona hljóðuvar? Þetta er bara mjög gott útvarp Þú í Þetta þögn er- að reyna að finna hægri og vinstri Þetta er enda rétt hjá þér Þetta er enda rétt sem mér, já Hérna, Sko, enn á ný hefur Núna Haukur rétt fyrir sér heyrur þetta betur Herru, já, nú heyri ég bara miklu betur Já Heyrður allt öfugt á hann Jesus, þetta var já, herru, ég hef verið að miskila eitthvað á eitthvað dagsins fjallar Ég er náttúrulega komið svo mikla setup reynslu og dæknumara reynslu og allt þetta fyrir tennast þátt já, En eitthvað dagsins fjallar hvernig fordómar byggjast upp Ok og ég ætla að lýsa eða byggja á myndlíkingu sem að samtökin 78 bjuggu til og gaf Myndlíkingu já, myndlíkingu Ok í rauninni fordóma Já. og samtökin 78 þetta lýsir svo ógeðslega vel þessu sem er svo flókið að lýsa og ég kannski bara óska eftir því að eitthvað svona sambarileg samtök sko taki valdatengsl næst fyrir og til þess Hafið vinur hluta á því já, að sko já, samtökin nota sem sagt myndlíkinguna hús Ok til þess að lýsa því hvernig Já Þetta var á plakati já, Já, ég sá þetta, ok ok Hvað með það? sem sagt grunnurinn til þess að byggja upp fordóma er að viðhalda hennu hefðbundna og venjuvæta og það er bara grunnurinn að því að byggja upp næstu hæðir og nú byrjar Haukur að geispa þegar hann byrjar að hugsa Bara Já, já, vildi fá bara hálsbröðsakur með að tala sko Hvað slappur eftir þú smitaði mig það semst við fengum hérna við fáum stundum svona sérstök skilaboð til okkur prívat hvern annan, það er mjög fyndið og ég til dæmis fengi að heyra hérna, það er eitthvað tvennt frá þér hérna, okkur er Haukur alltaf að geispa þegar þú ert að tala Ég gispa alveg rosalega mikið nynni, ég veit ekki hver Eitthvað Herðu. sé bara eitthvað svona súrefnisleysi eða að það sé allt svart Ég veit það ekki og svo Haukur verður að hætta að kallast í nefin á sér þetta er svo kallalegt. Það er svo snirta svona já, og Það má ekkert lengur og ég víst alltaf eitthvað fyrt í mig líka þannig að ég á bara fullt í fangi með að reyna að hætta hikorðum og halda áfram með þáttinn Akkur hættu ekki bara með vídeo af hverju hættu ekki bara með þessa þætti Ég veit það ekki hvað er að gera þetta? Tíma á þetta kannski Já, já Ha. Herru, takk fyrir í dag
Ég vist að reyna að segja ykkur eitthvað. Hús, grunnur Já. og fyrsta hæð. Dæmi, kennari sem talar alltaf um mömmu og pappa. Svo krakka minni þegar þið komið heim og þá látið mömmu og pappa, þú veist, að gera ráð fyrir því að sem mamma og pappi, þetta er að viðhalda hennu hefðbundna og það, hér er ekki verið að segja að það geti ekki verið til og að útrýma mömmu og pappa, heldur gera ráð fyrir því að það geti verið ein mamma, tvær mömmur, tveir pappar og svo framvegis. Engin pappi, ein mamma. Já, sem ég sagði. Stelpa spurkostunni, kærasta. 7 pappar. Ég veit reyndar um eitt sem á 2 pappa og eina mömmu. Já. Það er ekkert, Einar, frændi minn. Það er alls konar til í þessu. Herðu, næsta hæð sem að byggir ofan á þetta venjuvæða, þannig að það sem að við erum búin að venjuvæða og svona halda í heiðri þessu venjulega, þessu hefðbundna fjölskyldu formi, að þar byggjum við upp að, og þetta er náttúrulega frá samtökunum, þannig að, og ég ætla bara við tökum það kannski eftir hvort við getum heimfært þetta yfir á eitthvað annað, en næsta hæð er að hinseginleikinni dreini efa. Og það er svona, þú veist, er þetta ekki bara tímabil og þarf alltaf að vera að tala um þetta, þú veist, eiga trans nokkuð heima í hvenna íþróttum, eitthvað svona aðeins að draga þetta í efa. Ofan á þetta kemur þriðja hæðin sem að er mótrói við hinseginleikan og það er bara fullir að það eru bara 2 kyn. Ég vil enga homma í minn klefa. Má ég þá bara skilgreina mig sem bröðrist, þú veist, á móti transfólki, skilur. Þetta er svona beinn mótrói. 4. hæðin. Það er góð rödd þarna. Bröðrist. 4. hæðin. Það er að vinna gegn hinseginleikanum. Og það er til dæmis virkir í kommentum. Djöfull hafa þeir alltaf mikinn tíma. Og hér ætla ég bara að vísa, ég skal alveg viðkynna það, ég undirbjóð þetta eitthvað fyrir nokkrum mánuðum síðan og gleymdi ég því. En áttur það samt til eitthvað? Já. Ok. Og búin að bara skrifa þetta allt niður og eitthvað. Já, vel gert. Af því að það kom út skýrsla og hérna skrifaði skýrsla sem kom út í gær. Já, hún kom ekki út í gær. Nei, það er marga vikur af mánuði síðan. Kom út í fyrra. Þetta er sem skýrsla öryggi hinsegin fólks. Sem hver gefur út? Þetta er samstagsverkefni samtakana og hvort þetta var Reykjavíkurborg og eitthvað fleira. Þetta var fjallað um þetta í fjölmiðlum, sko. Ég með hana hérna, við getum aðeins kannski farið yfir hana á eftir og vilt. En allavega og rífa niður hinsegin fána, eitthvað svona. Þetta er mótróin við hinseginleika. 5. hæðin er síðan bara andlegt ofbeldi, gelta, hótanir, áreiti og þessi svona afneitun á kynrænu sjálfræði hjá fólki. 7. hæðin er síðan... Er geltið ennþá í blúsandi gangi? Ja. Sko, nú er ég náttúrulega ekki hinsegin, þannig ég veit það ekki. Nei, þú ert náttúrulega í skóla, eða þú veist framhaldsskóla, umhverju. Já, nei, ég held að geltið sé ekki eins sterkt og var. Nei, ok. Það er náttúrulega, en... Það spækaði svolítið. Já. Ok. Og en svo veit maður ekki hvað gerist í einhverjum skúmaskotum Jamsins og einhverja samkundna. 7. hæðin er rishæðin, þakið er rúsínan í pilsuendanum eða rjóminn á kökunni, lokastig venju væðingar og það er líkamlegt ofbeldi. Þannig að við sjáum að við byrjum í rauninni í grunnunum að venjuvæða og halda í heiðri og í rauninni útiloka allt annað heldur en þetta venjulega. Mamma og pappi, þú veist, þú átt konu, við erum öll gagginni, allt þetta. Og svo byggjum ofan á þetta í gegnum mótróa og svo frammeðis og endum bara reynilega á, já, eins og höfum séð bara mörg dæmi endum á að drepa transfólk. Já. Það er bara þannig. Já. Og myndlíkingin, eins og ég túlkaði, undirstrikar að ef grunnurinn er ekki til staðar þá mun húsið ekki rísa. Þannig að ef við höfum ekki þennan sterka miklu grunn að þá byggjum við ekkit upp og við getum öll bara með almennri skynsemi, segi ég, og votta svona mannlegri samkennd tekið þátt í að vera inngildandi og kannski ögn meira vók
meðvituð forréttindin okkar, meðvituð valdatengsl og það að vera inngildandi, það þýðir basically bara að gera ráð fyrir því að fólk sé alls konar, að það séu ekki öll sem að fitta inn í þessa einföldu heimsmynd sem að einhvern veginn okkur hefur verið svolítið svona kennt og innrætt okkur nefnilega hefur verið innrætt ákveðin heimsmynd, heimsýn og jafnvel sjálfsmynd á bara okkur sjálf og samfélag sem við búum í, heiminn sem við lifum í, að hann sé á okkur ákveðin hátt, eins og til dæmis að feministar hati kalla og ætli sér að taka yfir. Ég held sko, ég voru að pæla í þessu út frá öðrum hlutum, ég held að það sé rosalega sterkt í okkur að gera okkur ekki grein fyrir því hvað það er sterkt í okkur, bara það hvernig er talað alla þessu hluti bara þegar við erum alast upp. Já. Bara hvaða er gjörsamlega rótfast í okkar hugsunum allt. Og algjörlega án þess að við föttum það sko. Já, algjörlega sko. Og já, og það sko þessar svona litlu sko efasemdir, þessar litlu pílur, þetta svona sem að ég ætla að segja forréttindafirringin, þar að segja, og forréttindafirring er sko að átta sig ekki á því að það bara að vera eins og ég er, þú veist, ég er ekki trans og ég er gagnkynhneigður og það er mjög auðvelt fyrir mig að svona að skilja ekki trans, þú veist, að skilja ekki kynsegin og ég myndur ekki gera það ef ég hef ekki lært það bara formlega og þá gæti ég sagt bara að því að ég er bara inn á kaffistofunni í skólanum og það kemur eitthvað upp og ég eitthvað svona, já, ég meina þetta er nú, að því að mér finnst það pirrandi, að því að mér finnst það flóki og ég skil ekki, þetta er nú meira rugli þetta kynsegin, hvað ég er með eitt svona kynsegin og eitt svona hán, já, skilur, og þarna erum við komið með þessa pílu sko, sem að er jafnvel á einhverju hæð, þú veist, beyond grunnurinn, við erum komin aðeins lengra að því að ég er svo ógeðslega vanur að það sé bara allt eins og það var hérna 1980 arfleið mæðra og feðra en hérna það vantar algjörlega þetta að geta bara leyft sér að vera sama sko. Já. Þó svo skilur ekki eitthvað. Já, en já, eins og þessi skýrsla svolítið dró fram sko að því ég nefndi hérna áðan og það er dæmi sem að ég held að samtökin, ég er búin að gleyma því hvað það var sem að ég ályktaði og hvað það er sem að ég tók beint frá samtökunum. Fólk getur bara að skoða þetta inn á samtökin. Þetta heitir, skal ég ykkur segja fordóma bygging. Finni þetta bara inn á samtökin78.is fordóma bygging, þar finni þetta plakat. Já, þau taka fram í skýrslunni sem ég nefndi áðan. Hverju heitir þetta ekki bara píramidi? Veit ekki. Þetta er alltaf að vera hinsegin. Og skýrslan er semst á ensku og er inn á reykjavík.is og heitir Safer Queer Cities. Okay. Og þetta er gefið út, þetta eru 68 blaðsjur, en allavega eitt af þessum segja er að sko hatur online, það dreifist út, þú veist, á götunar. Já. Þú veist, það raungerist eitthvað, þetta er ekki bara sturlað kommentarkerfið og hatur online og allt það sem er fyrir neðan í húsinu er pínlítið, ekkert bara pínlítið, er hluti af því að veita samþykki. Já. Fyrir því að hitt sé í lagi, fyrir því að hitt sé venjuvætt, fyrir því að hitt sé ekki eins, já, hvað segja, ekki tekið eins hart eða litið eins illa á. Einmitt. Og ætti kannski að vera. Akkurat, og ég þú veist, þegar ég sá hennan píramída og það er ekkert langt síðan ég fór svona eitthvað sem að pæla í þessum píramída, kannski 1-2 ár, þetta verðist þá bara komið út fyrir 1-2 árum, en ég held þetta sé eldra. Byggingin mennur. Já, byggingin, húsið, myndlíki píramídi. Myndlíki. Já. Að þá bara svona holy shit, hvað
hvað við höfum einhvern veginn farið langt í þessum píramída, í þessu húsi bara svona hvað það er útbreitt og ofbóðslega normaliserað í rauninni að beita hinsegin fólk andlegu ofbeldi og vinna og hvað er mikill rótgróin mótþrói þannig að við erum komið svo langt á Ísland, ég er bara að tala um Ísland sko. Við vitum að þetta hefur gengið farið mun lengra, ég meina eins og Páll Óskar talaði við okkur þar sem að vinkona hans eða vinur hans var drepin hreinlega og þér verðist bara fyrir það að vera trans eða vera dragdrottning minnum mig, var ekki bara dragdrottning ég náttúrulega þekki ekki alveg nógu vel en ég skildi að þannig að þetta hefði bara verið hommi sem að var líka dragdrottning já, ok þannig að það sjáum við bara þú veist, að því við höldum ofta að það séu einhvern veginn engar svona hinsegin áskoranir þú veist, réttindi homma og lesbía sé bara komið og nú þurfum við bara að pæli ég veit ekki, köllum eða eitthvað eða mestalega kannski transfólki en samt bara sumi transfólki að það sumi eru eitthvað fyrir okkur og við skiljum ekki alveg en allavega eitt af því sem ég hef lagt til í skýrslunni og tengist kommentum það er að það sé svona strangari moderation á kommentakjörum fjölmiðla hvað heitir maður ritskoðun ég held að ritskoðun svo vont orð sko í samingi við svona málfrelsi ritstjórn kannski, það sé mótið einhvers konar ritstjórn að stefna fyrir athugasemdakerfi fjölmiðlana bæði á fjölmiðlunum sjálfum en líka á samfélagsmiðlunum þeirra og þau leggja til þau bara enga ábyrgð á þessu sem er alveg gjörsamlega glórlaust sko. og líka þegar sumar fréttir og sérstaklega sumar fyrirsagnir eru skrifar til þess að æsa upp virka til þess að búa til umræður á Facebook til þess að koma þeim í umferð algjörlega og það er eitt af því sem ég lagt til að þessu er breytt og ég get ekki annað en tekið undir það, ég meina það er galið það er bara galið, ég meina ég sé það bara þegar það koma einhverjar fréttir sem tengist mér að Huldu eða bara öðrum feministum hvort sem það er á Vísi eða DFF í rauninni hvar sem er að sko að því að fjölmiðlarnir þeir bara dæla út fréttum á Facebook bara það kemur frétt á ég veit ekki df.is og hún er sett strax linkur inn á Facebook og yfirleitt er þetta bara svona 1 like og döðaþögn nema ef þetta er eitthvað svona helvíts feministi eða hinsegin fólk þá bara er 150 komment og allir brjálæðir þannig að ritstjórar þessar fjölmiðla hljóta að sjá ef það tengist einhverju svona þú veist miðflokkurinn versus eitthvað, þú veist, hitlið allt þannig kemst líka í voða hátt í kommentum og lækum og allt sem að nærir einhverja reiði menningastríðið maður nei, get ekki það orð sko. Fucking orð polaríseringin nei, Haukur, stoppaðu nú stoppað þú ég var bara svona veltaði fyrir mig hvort ég getum heimfært þetta yfir á aðra hópa aðra hópa en hinsegin fólk okay. Hvort að þú veist þetta með þú veist að því ég aðeins kalla ok, mátum kallan inn í þetta nei, alveg, gera það við erum með grunninn það er venjuvæðing þannig og við ætlum að beita þessu sem gegn köllum allir kallar eru sterkir allir kallar eru stóískir sína ekki tilfinningar ok og allir kallar sjá fyrir fjölskyldinu sinni ok, gott svo förum við og ætlum að draga þetta í efa það er ekki hægt, svona er þetta bara nei sko, þá er þetta komið í snúning sko það er þetta kannski að segja að ég sé að beita ofbeldi þú ert basically að undirstrika það að því að skilur að því að kallar dregnir í efa sumir kallar hafa tilfinningar nei og ég ekki alltaf stóískir og ég ætla að segja kallar eru ekkert sterkir og hugrakir og þeir
Þeir eru bara þykjast. Já, ok, svo fer ég í mótróan við þetta. Já. Þetta er bara athyglisíki. Já. Má ekki lengur. Nei, hérna vinnur beint gegn köllum. Virkir í kommentum. Andlegt ofbeldi. Gelta. Hótanir og áreiti. Afneitun á kynræðinu sjálfræði hjá þeim. Og svo bara líkanlegt ofbeldi. Ég veit ekki hversu margir kallar af því að við höfum séð rannsókn, fræg rannsókn, hvað konur óttast og hvað kallar óttast. Manstu eftir þessu? Nei. Og þá kom fram semst að konur óttast að vera drepnar. Já. Kallar óttast að það sé gert grín að þeim. Já. Og mér finnst þetta svona smá lýsandi, sko. Þetta er, já. Við vorum að tala hérna eitt, þetta myndi mér svolítið á það. Hvað voru að tala um? Það er hérna maður sem við kannast við, sérstaklega þú, sem var að kvarta yfir því á TikTok. Það var að kvarta yfir því að hérna fólki finnist kallar alltaf að tala við kallar svona eins og séu eitthvað ógistlegir eða einhverju perrar eða eitthvað svona. Og svo er honum bent á, heyrðu, varst þú ekki hérna 36 ára að sofa hjá 16 ára barni og varst þú ekki að senda hérna 300 tippamyndir og varst þú ekki rekinn fyrir að vera gett óþægilegur við konur og svo ert þú bara eitthvað, við erum svo ógæslega. Hættis, hversu gjössamlega sjálfhverfur og blindur getur verið maður. Við erum að tala um fyrirvændi leikara. Já. Já. Fyrirvændi vinur minn líka. Já. Það er svolítið fyndið. Já, gaman að þessu maður. En já, hérna, nei, ég sko held að við getum ekki heimfært þetta yfir að kalla, þó að mörgum köllum líði þannig og þeir séu að verða fyrir árásum. Og það er alveg, sko, þú veist, að því að núna erum við ofta að tala um, sko, jú, þú veist, auðvitað er þetta ekki svona ótrúlega einfalt. Þetta er ekki svona polariserað. Þetta er aðeins núansaræðra og þú veist, auðvitað getur sumum köllum lið illa og alltaf, við meðum ekki kannski alveg tala það niður, en við þurfum kannski aðeins átt okkur á því, sko, út af hverju er það? Og þú veist, út af hverju er það í alvörunni? Af því að það er ekki út af þess að segja, það er út af einhverju öðru. Já, og það má skoða það. Já, ég ger ekki lítið úr því, sko. Nei, og það má alveg tala um, sko, að hérna, cancel culture hérna, sem var og hét sem virkaði ekki mjög vel það er að segja að fólk var ekkert cancelað rosalega lengi bara, veist, því var frestað frestunar sko í vestu tilfellum þá var þeim frestað í smástund ég veit ekki betur en að maður sem að var hérna á myndbandi að setja höndin í klofa okkur barni og þurfti að hætta með spurningaþátt út af því, ég veit ekki betur en hann sem komið með annar spurningaþátt, bara stærri og svo framvegis og skrifaði skaupið og er bara samþyktur en það býtu, má ég nefna það ég held mögulega að hann sé eina dæmið gæja sem að gerði eitthvað til þess að óna það sem hann gerði ok, gerði það? Nei, það er það sem að ég upplifi að hætta með þáttinu nei, að sem sagt, hann bara shit hérna, þetta er rétt og hann hafði samband við þessa stelpu og foreldrana og ég, allavega samkvæmt því sem hann sagði þá áttu þau bara gott samtal þannig að gagnvart henni sem að hann í rauninni fór yfir mörkin hjá áreiti fór yfir mörkin? Já, við tölum það já, fyrir hann að vera hann var að káa á henni var það ekki? Jú, ef við meina, kom hann ekki bara aftan að henni inn á Subway, skilur við þekktist ekki neitt og eitthvað, hvað er að frétta? Jú, kynferðisláreitni algjört ofbeldi já, kynferðisláreitni fór yfir mörkin hennar hérna, já, átti samtal við hana og foreldrar hennar fór yfir mörkin er samt að segja þú veist, sælvinnan og brosa eins og pervert, skilur það er að fara yfir mörkin þetta er svolítið vel rúmlega það viltu að menna þetta hafi ekki verið að fara yfir mörk þú veist þetta er bara, það er alltaf vægt orðalag ég veit það, en þetta er orðalagi sem var notað mjög, mjög mikið já, en það er gert til þess að draga úr akkurat, en allavega að og svo kom fram einhvern tíma lengur seinna ég horfði á einhvern þátt þar sem hann var og þar, þú veist
er hann hættur að drekka þannig að hann virðist hafa farið í sjálfskoðun axla einhver ábyrgð bæði gagnvart þolanda sínum Já, ok, það er bara flott en ég þekki hann ekki neitt skilur en þetta er bara svona eina dæmið það getur vel verið að sé einhverju fleiri reyðan og eitthvað ég veit ekkert það Já, ég meina, það er alveg rétt þú segir þetta opinbera dæmi þetta, já, það er alveg rétt en, já, og svo eru aðrir sem að skrifa bara bók hvað allir aðrir eru miklir hálfvitar og svo haldaði bara áfram að gera það sem að gera Já, eða bara væla endalaust undan því hvað allir hata kalla mikið og eitthvað svona kjaftaði eða bara afneita öllu og kæra þau sem að kæra eða tala niður til þólanda tala að sumir séu alvöru þólendur og þú veist, það er svo mikið að kjaftaði sko en ég hef í alvörunni og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum bara til þess að breyta þessari ofbeldismenningu að þá þurfum við svona dæmi það sem að einstaklingar yfirleitt það kallar í rauninni gera tilurinn til þess að axla ábyrgð og ég meina, hann frestaði sjálfum sér þessi einstaklingur í smá stund og ég meina, hefði hann átt að koma aftur í opinbert rými þú veist, ég meina, það verðist vera eftirspilna eftir honum og allir hessi sko, þannig að ég veit það ekki hvað er rétt og langt í þessu sko Já, ok en það sem ég ætla að fara með þetta sem ég var að byrja á hann áðan er sko þetta með samtalið sko Já þú veist, mér finnst vera svo mikill skortur á samtali hvað við erum í alvörunni að díla við og þetta er svolítið kollegur okkar í öðru horninu að tala illa konur, kynsegin fólk brúnt fólk og svo framvegis og svo hitt hornið að tala illa þá það er voða lítið samtala á milli og það er alveg sko þú veist, mér finnst alveg áhugavert að tala við einhvern sem að sko hefur svo agalega áhyggjur á því að kallar sig að verða útundan og að þú veist, þessi erfitt að vera kallmaður og slöðis, þú veist, ég var alveg til í eitthvað svona að reyna að krifja það svolítið og komast að einhverjum svona mögulega einhverjum svona já, hvað að segja common ground já, eitthvað svona sem við getum báðir skrifa undir bara eitthvað, já, ok, en gæti verið að þetta sé svona ok, hvernig er þín upplifun, byggst hún á þessu ok, ég held að þetta sé ekki alveg rétt hjá þér, ég held að það sé meira svona ég held að það geti alveg verið áhugavert en hvar er það að eiga sér stað? Það er ekkert, þú veist, er það að eiga sér stað eitthvað? Þetta er bara fólk í sikkur horninu að vera ógeðslega reitt Já, sko ég held að þetta ég meina, ég er ekkit ósammála það væri næs að gera þetta finna einhvern sammeilin flöt og vonandi ná að þagga niður í þessu hatri að því við sjáum bara hvað það leiðir af sér þá er ég að tala hatur gegn hinsegin fólki, hatur gegn og ofbeldi gegn konum og svo framvegis ég meina hatur og fordómar byggjast alltaf á vanþekkingu og ótta og já, ótti sem byggist á vanþekkingu og reiði og bara þú veist að því að þetta er ekki hluti af þínu reynsli heimi og það sem að, eins og þú varst að tala um áðan grunnurinn í húsinu sko að það sem er búið að tala alla þína ævi passar ekki við en svo er líka bara ef við horfum bara á svona realisman, ég meina sumir hafa bara hreinlega hagsmuni að gæta að viðhalda, ef að segja sundrung bara hreinlega njóta hagnaðar, fjárhagslegs hagnaðar bara pólitískan ávinning og við erum ég er ekki bara núna að hugsa sko pólitískt, heldur ég líka að hugsa kollega ég meina, ég veit ekki betur en að einn kollegi okkar hafi verið með útastátt í fleiri ár og hans módel bara business módelið svona aðdráttaraflið var að drulla yfir feminista það var svona vinsalasta kontentið þannig að við erum alveg að tala í sko áratugi
að þá hefur í rauninni andspyrna við svona, já, ég ætla að segja jafnréttisbaráttu verið hérna svona fjárhagslegt mál fyrir þá sem að eru vilja ekki það, fjölbreytnina. Og þessi sami kollegi var líka með svona fasta liði í sínum þáttum, þar sem að var hringt í ákveðna einstaklinga, þá sömu aftur og aftur, og það var að ræða málin við þá. En það var augljóst svona valda misræmi þarna, af því að útvarpsþátturinn gekk út á að gera grína þeim, lítillækka þá. Og svo eru þessir sömu menn sem að voru greinilega svona ótrúlega furðulegir og skrýtnir og þú veist, verið að gera grína þeim opinberlega. Nú eru þeir komnir og eru með þátt í sama fjölmiðlaveldi og þessi maður er með. Mér finnst það mjög áhugavert. Til dæmis eitt þannig sem að er þekktur fyrir að vera með miklar hérna, eða var þekktur fyrir það að vera með svona alveg sturlaðar samsæriskenningar. Alveg bara, þú veist, og svo hringdu þeir og gerðu grína á honum, sko. Hann er nú komið þátt eða honum. Sniðugt. Mér finnst það ótrúlega áhugavert. Og mér finnst það svo lýsandi yfir að þarna hefur einhver færst svolítið til í skoðunum. Tímanum. En þetta með common ground, ég ætla bara heimsækja það, sko, að ég held, sko, aftur, ég er ekki ósammálaði, það var í draumur, ég held samt að þetta sé svona naív, þú veist, getum við ekki bara gert þetta, krakkar, af því að, og ég held að þetta sé líka karllægt, af því að ég er svona, ég byrjaði svona, ég fór á stað, ég meina, ég veit ekki hversu oft ég fór í hennan útastátt, af því að ég var með missjónið, nú ætlum við að finna eitthvað sem er sameiginlegt. Ég átti trilljón samtöl við þennan kollega. Ég hef margoft mætt í viðtöl af því að nú ætla ég, þú veist, nú ætlum við hérna að finna common ground. Og ég held að allir feministar sem að eru málaður upp sem bara illa innrættir, karlhatandi, hafi þetta markmið að sameina og við ætlum einhvern veginn að bæta samfélag okkar og við ætlum að gera betra. Fattarðu mig? Já, en ég fattar hvert þú ert að fara, en ég held að gallin á öllum þessum viðtölum og að gallin á premissinu, uppsetningunni er sá að það er alltaf, þetta er ekki, hugmyndin er ekki að ræða saman. Hugmyndin er að koma með andstæðing inn í óþægilegar aðstæður til þess að hanga hann. Og hugmynd þess sem að fer inn í aðstæðunar er að vera undirbúinn og geta komið með eitthvað til þess að hanga hina. Þannig að þú vilt meina illan ásetning í rauninni hjá stjórnendum? Já, í rauninni. Af því að sko en er þetta þá ekki döðdæmt? Það gangast svo mikið upp í bara, þú veist, þessu að þetta er bara, þetta eru tvær fylkingar, sko. Ok, en er þetta þá ekki döðdæmt? Er þetta þá ekki útilokað? Ekki ef að það kemur einhvers konar nýr grundvöllur fyrir samtali sem er í alvörunni samtal bara þetta, en gengur ekki út á að sýna hvor hópurinn hefur rétt fyrir sér. Já, ég veit. En sko, við fengum skilaboðundaginn. Endum kannski aðeins á því. Af því að þú ert nú að tala um svona samtal og kollega og svona. Við fengum skilaboðundaginn. Kannski bara hendum þessu út til hlustenda okkar. Ok. Er það ekki lagi? Þú veist hvað bara? Ég veit ekkert hvað mér finnst þetta. Nei, við fengum sér skilaboð daginn. Sæll, þetta er kollegi og ég hitt hennan kollega nokkru sinnum og farið í þáttinans sem að bauð 2 köllum. Sendi mér skilaboð, sæll, hvað segir þið 2 kallar að koma í spjall til mín? Og þetta er hérna ein pæling hlaðvarpið. En pælingurinn? Já. Þórarinn. Heitir hann það? Já, okay. Ég nokkuð vissum það. Þórarinn Hjartarson. Tóti Pæl? Já. Þannig að hvað segir þið? Viljið þið fá 2 kalla í heimsókn til kollega og ég veit ekki alveg hvað hann vill ræða við okkur? Hann vill hanga okkur. Já, væntanlega. Sýna hvað við erum ógeðslega vitlausir og heimskir. Já. Sem við erum náttúrulega ógeðslega heimskir. Já, erum það. Sérstaklega vitlausir menn. Já. Og illa innrættir sem hata kalla og við erum náttúrulega bara að gera þetta allt til þess að græða peninga. Og ríða. Fá meira að ríða. Já. Jöfull erum að ríða mikið, maður. Alveg bara.
ég hef bara get alltaf sofið fyrir rýðingum og ég á svo mikið af peningu núna eftir þetta hlaðvarp ég bara vill einhver peninga þetta er bara business model sem virkar já, krakka mínir ef þið ætla að græða og fá að ríða þá gerist þið feministar já. Og neyti sponsum og hafið þetta allt saman ókipis það virkar en hvað er eiginlega sagt núna þú veist, að því að nú held ég að fólk viti að kollegar okkar við erum ekki að fá að ríða út á þetta Nei. Við erum ekki að græða neitt á þessu Nei. Þú veist, hver er okkar svona við erum að tapa á þessu já, nei, þú veist, hvað að því að þeir geta ekki trúið að þetta sé okkar samfæring og þetta sé einhvers konar svona brennandi réttlætistilfinning það er bara, þú veist er það ekki bara þetta gamla dæmi með, þú veist, við erum bara skreit okkur digða flagga, digða skreita já, þetta er svona djöfull eru að ganga langt í því þá já þú veist, ef þetta er ekki svona einhver samfæring og innri eitthvað, hvati heldur ekkert nema bara svona þörfin fyrir digðarskreitingu og einhverja ímynd það sem ég hugsa oft er svona, þú veist, þegar maður les þessi rök, sko halda þeir að við séum svo bara leið við slökkum séum við bara eitthvað djöfusins kellingar já, mitt djöfusins maður bara að tala vel þessar kellingar í klukkutíma já herðu já ég ætla að fara að stinga upp að fara í hlustandan en svo fatt að við erum ekki einu sinni búin að fara í Trúnó nei, þú testir að fara á Trúnó, kallinn minn tjóður er þetta langur þáttum já það má ekki vera ólangur, samt nei, hann er eiginlega orðið það bara stutt Trúnó herðu segjum bara eitthvað hratt ég ætla samt Trúnó ég ætla að segja frá því já af því að nú er ég að fara að byrja að kenna aftur þannig að ég er með stutt námskeið núna með honum Unnsteini Manuel já. og í Bifröst er hann ekki vinur þingmanns og kollega? Nei, það er Unnsteini Manuel, hafið tík nei, ok, spila hann kannski fyrir mig já, ok ertu vinur kollega? og ég segi það, ok, sjá hvað það er og þá fór ég svona að rifja upp sko mér langar svolítið að tala bara sko mig sem kennara já. og svona svolítið af hverju ég hætti að kenna af því að þú veist þetta var mín 100% vinna að kenna en þá var ég að kenna sko í unglingadeild grunnskóla þá erum við að tala um 13 til 16 ára já, krökkum og, nei, ég var 13 til 16 ég held að vera 2013 til 16 ég var svo ungur þegar ég byrjaði að kenna að eitt skiptið þá var eitthvað foreldri á ganginum sem var að greinilega leita nefnda sínum með eitthvað og stoppaði mig, ætlaði að spyrja mig og bara eitthvað, ert þú í 9. eða 10. og ég var kennarinn sko nei ég var bara eitthvað, jæja wow. og það var dagurinn sem ég ákvaði að reyna að safna skegg jaha, ok ég var alltaf, þú veist ég var galið ungur sko þú veist, ég kláraði framhaldsskóla styttri tíma en flestir gerðu þá og fór beint í námið og þú veist, ég var bara eitthvað krakkaskítur sko. en allavega sko herri, ég er að sjá það slögt á einu ljósinu já, ég sá það strax upp að mér finnst það svolítið skemmtilegt touchið ég bara gleymd að kveikja þau ég veist það betra svona já, flott, ok, sorry en þeir, horfur enginn á þetta, fólk hlusta bara skiptir ekki máli en sko, ég fílaði nefnilega miklu meira að kenna fyrstu árin sem ég kendi okay. heldur en svona ég fann að svona síðast svona 1 árið cirka, mögulega 2, ég veit ekki þá var ég orðinn svolítið svona þetta er þetta ekki bara komið gott af hverju? Ég ætlaði að fara einmitt svolítið í genið það sko ég var reyndar, ég var búin að ákveða það af því að ég þú veist, þetta var á þeim tíma sem var alltaf kosið svona vinsælasti kennarinn okkar svona það var ekki PC-ið og Vókið var ekki búið að drepa það okay. það mátti ennþá og ég var alltaf í svona fyrsta eða öðru seti þar og ég var svona sko búin að ákveða að ekki bara eftir þeim mælingum bara því ég fyndi það sjálfur
að ég væri ekki lengur svona einn af vinsælur kennurunum, væri ekki einn svona skemmtilegasti kennurinn, þá ætlaði ég bara að hætta þessu. Af því að ég man svo ógeðslega vel eftir því á minni skólagöngu, þá man ég svo vel eftir kennurum sem voru bara á 90 ára reglunni, 85 ára reglunni eða whatever, og voru bara, þú veist, sáu bara fyrir sér í hillingum, bara ef ég bara þrauka 3 ári viðbót, þá get ég hætt 59 ára, eitthvað svona. Ég vildi bara ekki vera þessi típa sem bara hataði að vinna með börnum. Þú veist, mér finnst það bara ekki boði. Og þannig að það var svolítið planið hjá mér og ég fann það seinasta árið. Bara þú veist, ég er ekki með það sem ég var með. Ég kem ekki inn með svona sama eldmóð. Hvað kendur í mörg ár þarna? 12. Já. Haukur. Það er heldur mikið, sko. Já. Vistu það ekki það? Jú, það er bara allt og mikið. Það er svona... Ég nefnilega held... 7 árum og mikið. Ég held í alvörinni að kennarar ætti að kenna í svona 5 ár og fá svo bara 1 ár til að gera eitthvað annað og svo með að fara aftur að kenna þeir viljið. Sko, ég heyrði, bara að því út að segja þetta, frá honum Héðinni, Vertu Úlfur, ég maður ekki, hann hefur mikið talað um geðsjúkdóminn sinn og skrifa bók og þá leiksýning í Þjóðleikhúsinu eða eitthvað. Hann var með fyrirlestur einhvern veginn fyrir okkur í vinnunni þar sem ég var að vinna í Reykjavíkurborg og hann var með þá kenningu að sko, hann svona lýsaði sko þegar maður byrjar á vinnustað að þá byrjar maður að, sérstaklega hjá hinn opinbera, þá byrjar maður svona að fer inn í kerfið og maður er svona með olnbogana og svona alltaf að svona ryðja, þú veist, brautina og svona og íta kössunum í burtu og brjóta formið og vesenast. Og svo verður samdöina. Og svo lagastu og svo verðuru kassin. Já. Svo verðuru stjórnvaldi, svo verðuru skólinn, þú veist. Já, ég get alveg skrifað þetta. Og hann sagði, ég held að hann hafi talað um 7 ár á sama stað. Algjört max. Svo held ég hann hafi meira þess að minnka hann í 4. Okay. Eða eitthvað. Þannig að já, þannig og það er eitthvað sem ég vil að gera ómeðvitað. En núna, já, ég bara núna því að ég á hellinga fyrirverandi kollegum, það er að segja alvöru kollegum sem ég var að vinna með. Já. Að, þú veist, ég er bara svo það sé á hreinu. Það eru til svona unicorns, kennarar sem eru bara geggjaðir alltaf. Já. Og er ekki vinsælustu kennandi, sant? Sumir þeirra, jú, en ekkert endilega. Nei, menn það geta ekkert allir verið vinsælistir. Nei, en sko það eru til kennarar sem eru bara, þú veist, þeir eru bara fættir til að vera kennarar og þú veist, þeir eru bara geggjaðir. En, sorry, það eru bara rosalega margir sem nenni þessu enga veginn og finna sér ekkert annað að gera og hanga í þessu og það smitar út frá sér. Það smitar út frá sér. Og já, þetta var nú bara svona formálin, ég ætlaði ekki að vera svo típa. Þannig að þessi 12 ár, já, svona 11,5, þá er bara eitthvað, þetta er komið, sko. Og það sem að ég fann og hef svona svolítið verið að pæla í eftir á, ég held að það sem var kallað, sem var kallað í 10 ár, nýja námskráin. Ok. Jafnvel þegar hún var 10 ára gömul, þá var það nýja námskráin, en það var eiginlega bara því að hún breytti svo miklu. Hún breytti svo ógeðslega miklu, hún breytti bara algjörlega hugsunni. Hún fór svolítið í mig. Ég reyndar setna síðan gerðist sérfræðingur eða svo náttúrulega fyrst tengt vinnunni en svo setna gerðist ég eiginlega sérfræðingur í henni og fór að skrifa hana og taka viðtöl. Já. Og ég skrifaði skýrslu fyrir menntamálaráðuneytið. Og það var gífuleg vinna á bakvið það var ég fór eiginlega bara svona hálft ár hjá mér í hana. Og þannig að ég endaði svolítið svona á að kryfja það og svona eftir ég hætti, sko. Og það spilaði inn í og einmitt, það sem þú var svolítið að tala um þessi kassi, svona báknið, bara hvernig svona kerfið, það eyðilega þetta bara svolítið fyrir mér. Af því að ég hafði þá trú þegar ég byrjaði að kenna, alveg bara, þú veist, sjálfsögðu bara blautur á baku eyrun, en líka með eitthvað svona drive, að ég vissi bara alveg hvernig og hvað væri best að kenna í mínu fæi. Tók mið af námskrá, eldri námskrám sem voru svolítið öðruvísi en þessi nýja, sem er ekki ný lengur, en leyfði mér algjörlega að fara út fyrir það, bæta við. Já. Og það besta
þegar að það kom eitthvað svona fyrir, ég var að kenna náttúrufræði sko, það kom eitthvað svona fyrir, þú veist, það bara eldgos eða þú veist, að þá bara, þú veist, ítti bara öllu öðru út á borðinu og við erum bara að fara að tala um þetta núna við erum bara að fara að pæla í þessu, við erum sko fréttir og sko viðtöl, ég ætla að segja ykkur út af hverju þetta og út af hverju við erum að tala um þetta og tengja það við eitthvað svona atrið og þú veist, námsbækur eru bara eitthvað það var bara svona eitthvað sem maður notaði stundum þannig að þú veist, ég vildi ekki vera þessi kennari sem er bara með eitthvað möppu og bara eitthvað í 4. tíma á þessari önn þá erum við að gera þetta og þetta þá að lesa þetta bla 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 og ég fann að svona undir lokin þá var ég farin að fara í meiri svona þægindin og þannig að svona mitt svona þú veist, hvað maður kalla bara listræna frelsi til þess að kenna það svolítið dó með tímanum og það er að hluta til út af kerfinu og bara að þurfa að vera að eyða hálfum vinnudeginum í að setja inn eitthvað drastli í mentor sem að foreldrar nenna hvað sem ekki að lesa eða vera í ykkurum auðvitað, ok, það fylgir þessu en að vera bara í ykkurum endalausum nemendamálum eða foreldramálum og geta bara ekki fengið að kenna eins og maður vill það fór svolítið með þetta með mig maður skjótt sko. inn í með þetta að því að nú er ég náttúrulega kennari og þekki ansi marga grunnskólakennara og svo heyrði ég daginn og það sló mig svo sko að því að nú kenni ég í framhaldsskóla og ég elska það ég er náttúrulega bara búin að kenna í 1 ár þannig að ég er ennþá svolítið svona feskur. Ég minni þig á að segja upp eftir 3 viðbót. Já, ég veit ekki hvort ég vilja það sko. Þetta er í alvörinni, þetta er geðveikt. Og það er svo mikið frelsi og eitthvað svona. Já, ég meina það hefur bara gerst, skilur á mínum starfsferli að ég hef bara verið í 4 ár og svo skipti ég. En allavega, já, það var kennari sem sagði sko vegna akkurat þessa sem þetta lýsa, það er svo mikið annað en kennslan og svona mikið annað sem að sko kennarar þurfa í grunnskólum að gera sem að bara starfi krefst af þeim og það er svo flókið þú veist það er svo flókin hvað maður segja nemendavandi eða þú veist bara sérþarfir og alls konar og þá er ég að tala um bakgrunnur nemenda og svo frammeðis þessi kennari talaði að og hann var að tala um aðra kennara, hann sagði ég skil hvers vegna kennarar í einhverjum þessum skóla eru bara farnir að hugsa um miðflokkin sem ákjósanlegan stjórnmálaflokk vegna þess að þau sjá að þetta gengur ekkit upp sem þau eru að reyna að gera og þá var hann að vísa til þess að einhverjum skóla og þetta er ekki Breiðholti, ég ætla bara að segja það strax eru svo margir nemendur sem tala ekki íslensku og kennari er að reyna að kenna eitthvað og þarf einhvern veginn, þú veist, hann þarf að endurtaka kannski á ensku eða leita, þú veist, annara leiða til þess að koma til skila kennslunni og svo að þurfa að eiga í fólksamskiptum og eitthvað svona að þetta er bara orðið íþyngjandi og ég svona var að hugsa um þetta eitthvað en ég skil reyndar ekki hversuna miðflokkurinn ætti að vera ákjósanlegur í þessu samhengi þetta ætti frekar að undirstrika í rauninni svona stefnuleysi ég ætla að segja stjórnvalda eða þá sveitarfélaga eða þú veist, hvað svo sem það á við ég ætla að segja inngildingarmálum það er ekkert hægt bara, auðvitað er það ekki hægt að hafa ekki almennilegt apparat sem að grípur þennan fjölbreyttara ef að segja nemendahóp af því að það er ekkert lengur þannig að eins og var 1990 að það voru bara sem er stráka með vesens sem að þeir var ekki farið að greina ADHD og enga stelpur með ADHD það eru svo klárar og stiltar og svo voru bara, þú veist, það var enginn sem talaði ekki íslensku, það var enginn sem var með einhverjum svona sértaka námsþarfir það var ekkert þannig að kennarar gátu bara kennt þannig ég fór svona að hugsa um þetta það er í grunnskólum sérstaklega ef ég heyrt miklu fleiri og stærri áskoranir sem að eru kennurum yfirsterkari sama hversu góðir þeir eru held ég held að það sé kerfiðið mitt
Já sem að stjórnvöld eru að gera eitthvað með. Ég veit ekki hvað þú veist hvað er langt síðan ég hætti 7 ár 2019 Já, það ekki minnum við að setja það ekkert tímann. Já, það er sumt sem ég man nefnilega. já, rótulegt en ég veit ekki sko, þú veist, miðað við hvernig það var að þróast þá og miðað við hvernig svona, ég held að þetta sé í dag og þá er ég að tala um grunnskóla það, þú veist, ég bara skil ekki hvað er verið að leggja á kennara sko. Nei, einmitt. Það er eins og það hafi einhver staðar hann á leiðinni fyrir 10 árum eða eitthvað þá hafi nú eitthvað gleymst að pæla í hvert við erum að fara í menntamálum og já, og það var ekki gert á vakt þeirra sem er verið að skamma fyrir það í dag. Nei. Það var gert á vakt þeirra sem að hafa verið að stjórna þessu landi í 84 af senustu 100 árum. En allavega sko, það sem ég ætla að klára, bara til þess að klára þetta sko, er að hérna, ég held auðvitað þurfa að vera með ramma, auðvitað þurfa að vera með námskrá, auðvitað þurfa að vera með, þú veist, hérna einhverja svona sameiginlega stefnu í því að, þú veist, við séum að kenna nokkurn veginn sömu hluti á öllum skólum á landinu. Svona cirka. Já, gott með allt, gott að lesa með það. En þurfum við þess? Já, þú veist, ok, það er önnur umræða, það er annað þáttur. En sko, hérna ég held að við séum með suma kennara sem eru bara þannig að það má bara svolítið sleppa þeim lausum. Já. Og ég held að ég hafi verið þannig kennari. Og ég held að það að vinna í umhverfi sem var alltaf svolítið að reyna að temja mig. Já. Og segja bara eitthvað, þú veist, já, ok, það er einhver stjörnufræðilegur atburður í gangi akkurat núna, en það er samt að koma samlandpróf, sko. Já. Þú veist, þú verður að fara í þetta hérna. Það var reyndar ekki ég var ekki skammaður svona og ég reyndar að losna þokkalega við samlandprófin, en sko ég held að sumi kennarar núti gætu bara verið miklu betri en þeir fá að vera í kerfinu okkar. Já. En það sjáum líka að ég held að margir af svona framsæknum kennurum sko leiti í framhaldsskóluna. Já. Þegar það myndast glöfa þar, það er nefnilega erfitt að komast inn. Og heldur það að sé meira frelsi þar? Ég allavega þeir kennara sem að er að koma úr grunnskólanum og ég hef verið að vinna með, þeir segja bara þetta er ekki sambarilegt. Nei, það er nefnilega, ég held að sé þannig sko. Og ég líka bara, þú veist, að því að nú vann ég í félagsmiðstöð í langan tíma og hérna það var svona alveg ekki kennsla, en að vera framhaldsskólakennari, þú veist, ég er að gera það sem að þú ert að lýsa. Núna í jólafríinu var ég bara að hugsa, þú veist, hvernig get ég einhvern veginn svona stokka þessu upp. Já. Þú veist, hvernig get ég breytt þessu? Hvað efni ætti ég að taka inn í staðin fyrir eitthvað annað, ætti ég að breyta, þú veist, ég get bara breytt alveg nákvæmlega öllu. Já. Og ég... Á meðan eru grunnskólakennarar að reyna að reikna út hvað margir gulir og bláir eru margir grænir í engun og eitthvað svona bara í þessu kerfi hérna. Já, ég er ekki að gera þannig. Eitthvað að liggja í mentor sem virkar aldrei. Nei, ég er ekki þar sko. Ég er bara, hérna, nei, ég er bara... Þetta var að gera með klikka. Ég er bara með engunir sko. Já, mér finnst þetta engunir séu bara óþarri, en það er raunsa. Já, sko, í stærri verkunum þá var ég að vinna með umsögn með enguninni, af því að náttúrulega, þú veist, nefndi verða að fá engun, það er bara að krafa frá menntamálaráðuneytinu. Já, það er einhver rammi. Að gefa engun, en ég í stærri verkefnum það sem að er svona, já, einhver hugsun að þá gef ég alltaf umsögn. Að ég segja hana, fyrst þetta er trúnó. Já. Þá var ég nú að segja svona aðeins meira. Já. Sko, ég undirbjó mig að ég aldrei. Fyrir kennslu? Nei. Ég gerði það fyrst og svo fann ég var ekki með, ef ég undirbjóð mig mikið, þá var ég ekki með frelsi til þess að fara algjörlega í eitthvað allt annað þegar það kom upp í umræðum. Og ég tók svona stefnu, ég ætla að prófa hérna bara eitthvað, ég man ekki hvað var, eitthvað næstu önn eða mánuð eða eitthvað. Ég ætla að prófa að vera bara með svona, bara punkta, ég ætla að þetta,
og þetta og þetta það var eina sem ég undirbjóð mig svo bara byrjaði tíminn og ég byrjaði bara að tala ég var svona old school sko ég var bara með töflu, ég var að tala og ég var að spyrja og ég var að reyna að tengja það sem að ég var að kenna við daglegt líf nemenda þú veist, hvað gerist þegar að finna eitthvað dæmi hérna bara, já, þú veist, hver eru með svona tjald, hérna, svona sturtuhengi heima hjá sér, hérna, 12 manns eitthvað, og hafið tekið eftir að þegar þið kveikið á sturtunni að þá fer tjaldið í áttina að ykkur, já, ok, það er eins og þetta hérna, að því þú veist, leðu getur fara að tengja við eitthvað sem þið þekkja, þá hafa þau áhuga á því og það var akkurat það sem ég skrifaði hérna þegar ég tók nokkra all-nightera og skrifaði lokaritgerðina mína í hérna Kenno, þegar að Kenno var til þá var það þetta bara hvað vekur áhuga nemenda á náttúrufræði það var eina sem ég var að pæli og það var eina sem ég fór með inn í kennsluna ok, ég fór með hellingin í kennsluna en eina sem var bara svona algjörlega bara alltaf í hausnum á mér er bara hvernig vekja áhuga þeirra á því sem ég er að tala af því að ef þú ert að tala eitthvað sem að hérna þú veist að kenna fyrir prófi eða whatever þá eru alltaf, jú, það er einhverjur nokkrir sem hafa bara geðgan áhuga á náttúrufræði og svo koma næsti kapitúli, það eru hérna nokkrir sem hafa ekki hennan innri áhuga en þau hafa svona ytri áhuga það er svo þau hafa metnað fyrir að standa sig vel og þau leggja eitthvað á sig sem þau finnst kannski ekki eitthvað skemmtilegt til þess að fá góða einkunn til þess að og svo ertu bara með rest sem er bara engan áhuga á þessu og finnst þetta bara leðilegt og það var svolítið sá partur sem ég var svolítið að reyna að smokra svona yfir í hitt þannig að sem hefðu svona sem á áhuga á þessu og það er það sem að allavega þú veist í mörgum tilfellum mér tókst að gera af því ég kendi alveg ógeðslega mörgum af því ég var að kenna í unglingadeild og ég kendi í 3 skólum og þeir voru allir stórir 2 þeirra voru stórir og hérna þú veist ég var að telja þetta saman ég held ég hefði kent meira en 2000 nemendum wow. Það er rosalegt sko. Það er svakalegt og út af því þá er ég alltaf eitthvað stoppaður hérna, hagköpi skeifunni eða whatever, bara hei og ég eitthvað svona, fuck, hver er þetta og ég man, þú veist, sjaldan nafnið okkur svona, og þú ert náttúrulega, þú veist krakki í augunum á mér sko, þú veist, 15 ára og svo núna bara eitthvað með barni sitt í hagköpi skilur og ég þarf að fatta bara, heyrðu já, byrju, ég kendi þér í hérna þessum skóla, já, ok og svo kemur alltaf eitthvað svona þú veist, það er ógeðslega fyndið ég man alltaf þegar að það er alltaf eitthvað sem situr eftir ég man, og þú kendi mig þetta og eitthvað svona og þó svo að sé bara eitthvað svona 5 atrið eitthvað sem þú manst alltaf og það bara, þú veist, þetta er eitthvað sem þú tekið með þér inn í lífið eitthvað svona það hjálpa mér sko ég meina þú manst þetta Linda og Draga og svo stundum fær maður einmitt skilabóð bara á hérna bara Messenger eða eitthvað bara frá einhverju fullorðnu fólki sem bara, heyrði, langaði bara þú veist, ég var alltaf pælt í hérna, þú veist, langaði bara að segja takk langaði bara, þú veist, þú svona varst einn af þeim fáið sem að varst til að hlusta eitthvað á mig þegar ég, þú veist, eitthvað svona og þá, þú veist, þá svona þú veist, þá fæ ég smá sandkott og hérna hugsa bara eitthvað þú veist, já, ég gerði eitthvað að viti sko. og ég bara svolítið sáttur með það en mér líður eins og ef mér myndi alveg langa að kenna aftur en mér myndi ekki langa að kenna í grunnskólakerfinu eins og er í dag einmitt þú eru bara að koma í MK þegar ég ringi í mig bara einmitt, maður sækir reyndar ok hann er virkað það ég er ekkert í þannig sko. En þú er náttúrulega kall þannig sem þekki kall ég held ég hef aldrei fengið vinnu þar sem maður ekki hringt í mig sko. Já, meinar, ok það er bara þannig sko það var eitthvað þarna sem ég ætlaði að segja en ég gleymdi okay. Já ef ekki bara fara í hlustanda eitt sem ég var til að segja af því ég gleymi örgulega eftir áður við fyrir með hlustanda af því við erum svona að fara að wrap it up við erum að fara að færa okkur dag já, sko ég mitt hérna
ekki láta nefnendur okkar vita því. Nefnendur okkar jú, en sko það náttúrulega fer ekkert framhjá þeim því að þessi þáttu verður gefin út á öðrum tíma Já, en bara svo við vita þetta verður á þessum dögum hér eftir. Já, hér eftir út af svo litlu hjá honum Þorstinni Já, og mér. Já, ég meina tabla mér breytist stundum tabla breytist og þá þurfum við að finna annan tíma til að breyta. Svona bara lífið. Svona er þetta, þið verður bara að díla við þetta. Herru, heyrum í ykkur. Þeim var líka alveg drullu sama hvernig þátturinn kom út sko, þannig að ég á ekki að þessu. Herru, ég held þetta að vera rosalega skrítin miði hérna en það var að því að hann er báðu megin, það skrifa svo ógeðslega mikið. Herru, þarftu 5 mínútur í að lesa? Já, okay. Þið vaknið hafandi sofið lítið og lækkaði tikkið maður. Þið vaknið hafandi sofið lítið og illa, fölir með dökka bauga og sokkinu augu, tengi. Kemur til greina að setja smá concealer undir augun, ögn af lituðu dagkremi á andlitið og eftir vil að renna maskara yfir augnhárin til að framkalla augun og gefa andlitinu glow up. Allt samt í neðsta stigi. Ef ekki, hvers vegna ekki? Kveðja Kristín. Takk Kristín, ég veit ekki hvað það tala um. Það er hellingur af einhverjum orðum sem ég skil ekki. Já, ég er nefnilega kall. Ég hef alveg oft gert þetta. Það er að segja sett undir augun. Hvað? Concealer? Eitthvað sem að hulda á sko. Concealer? Ég reyndar einu sinni var ég sponsoraður af Body Shop og hluta að ég var að fá innegn í Body Shop. Nei. Og þá fór ég og sótti mér vörur og það var allt eitthvað svona fyrir augun og eitthvað svona refresher og alls konar líka krem sem ég notaði síðan aldrei sko. En þannig að já, ég gera það stundum en þá að þá svona lita ég, þú veist, ég veit ekki hvað það heitir, setja eitthvað svona sem að hulda á undir augun. Það er concealer, hún segir það hérna, setja smá concealer undir augun. Já, ok, já, concealer, þá setja ég concealer undir augun. Concealer wurst. Og stundum setja ég... Þessi var rosalegur. Það var Eurovision brandari. Ok, heldum árum. Stundum setja ég smá púður í andliti líka. Í alvörinni? Já, til þess að dempa gljáan og svona aðeins gera mig aðeins brúnni. Já, þú þarfst að sminka þig. Nei, þetta er ekki smink. En já, en mér finnst ógeðslega óþægilegt að fá maskara. Ég hef fengið maskara. Já, ég líka, það drap mig. Já, ég fór einu sinni í svona drag þegar ég var kennari og var þetta svona fíblagangur og ég fór í allt saman bara. Einhverja stelpur í 10. bekk sem að fengu að slétta á mér já, með sítt hár nefnilega slétta á mér hárið og ég veit ekki hvað og þá fekk ég einmitt naglalakk, eina skiptu á æfuminni. Ég sturlaðist með þess að svo óþægilegt bara ég gæti ekki náði á nöglunum það er eitthvað svona sensori viðkvæðanum sko. Og líka maskari því bara djöfull var þetta fór með mig sko. Þannig að já, alltaf sé ekki svolítið út af því sem að ég svari mitt við þessu er að nei, ég nota ekkert af þessu ég bara á erfitt með þetta. Lita dagkrem, ég vissi reyndar ekki að vera til þannig að það gæti alveg komið til greina af því að eiginlega eina sem ég seti í andliti á mér er svona eitthvað rakakrem. Ég á eina típu, það er húðrútínan mín. Það er ein dolla af einhverju drasli. Ég á rakvél. Ég á wax í hárið. Já, hárvaks. Er þetta búið? Já, svo leiðis stundum. Nenni ég aldrei. Nei, en ekkert annað. Morgunrútínan mín er basically að nutta stýrunar á raugunum, svo er ég bara ready. Já, ég er enda að tampusta mig. Já, ég líka. En sko, já, en þetta kemur algjörlega til greina og ég er bara opinn fyrir ábendingum svona undir augun sem að ertir ekki augun af því að ég nutti þetta alltaf inn í augun. Ég þá ekki að gera það sko. Nei, ég bara gera það. Já. Af því að ég kallu, ég er alltaf eitthvað fylgt í mér. Hættu því bara. Hættu að búri nefið. Og hættu að gespa þegar ég tala. Já, þannig ég er bara til í það. Af því að ég er með svo blá og djúp baug. Baug? Já. Að ég þarf bara á þess að halda, sko. Býttu, ertu búin að breyta kyn á svarðið sem sem það? Ég man ekkert hvort það var bauga eða baugu. Já. Bauga.
Ha? Ætlar að beigðu þetta bara, ætlar að beigða þessu augu? Já. Ég er með baugu. Já. Það meikar sens. Já. En ég er galopin fyrir þessu. Ég er alveg opinn fyrir, já, held þetta sem sko að fegra mig. Að hluta til er þetta bara því ég veit ekki raskat. Já. Ég er alveg opinn fyrir einhverju, þú veist, ef það er eitthvað litað krem sem að virka bara eins og hittkremið nema ég er eitthvað aðeins flottari, sætari. Til í það, veit ekki það til. En allt svona sem ég get ekki náð af mér, eins og naglalakk eða maskari eða eitthvað sem ég finn fyrir að þeim með mig, sko. Ég er þetta mjög gott með naglalakk. Bara mér finnst það gaman, sko. Og það er alveg merkilegt hvað augrar ennþá að vera með naglalakk. Það er alveg stórskrítið. Er það? Já. Ok. Bara eitthvað Ég reynda að sagði þér ekki frá NFL leikmanninum, kortebakkinum sendi mig líka sem er oft með naglalakk. Sendi mig vídeo líka sem ég horfði ekki á. Bandaríkjamenn, þeir eru bara þeir eru að farast yfir þessu að hann sé stundum með naglalakk. Herru, ég bara er orðið þreyttur, bara takk fyrir mig, hvar er úttakkin á þessu? Það stendur út